Herri, þá ætlum við að fara að takla dæmi með aðskiljanlega diffrjöfnur og maður þarf að taka nokkuð skref við að leysa svona dæmi. Það eru 4 skref. Þannig að höfum hérna eitt dæmi til þér. Segjum að vera með diffrað er sama sem í öðru sinnum sínus af x. Þannig að þetta er aðeins öðru sem er einföld diffruna því þetta eru með diffrað og Þannig að það verður að sína og þessum diffrun gera að sína tengsl milli breytingu á fallinu með tilliti til fallsins sjálfs. Þannig að það er bæði hérna og diffrað. Fyrsta skref er að breyta rithætti. Því að hingað til að vera búin að nota þetta diffrað, en það er til öðru sér rithættir. Það er f-diffrað af x, það er diffrað og síðan er þessi hérna ritháttur. dy deilt með dx. Við getum hugsað þetta svona að við erum að diffra með tilliti til x. Þannig að við tökum fyrsta skrefið og það er einfaldlega að breyta þessu diffrað yfir í dy dx. Þetta er fyrsta skrefið. Mjög einfalt. Næst þá er að aðskilja breyturnar. Og það sem er átt við með því er að sjá að við erum með eitthvað og við erum með eitthvað x hérna. Það sem við viljum gera, við viljum hafa allt hérna vinstra megin og allt x hægra megin. Þannig að við þurfum að taka þetta fyrst þetta hérna, öðru, færa það yfir og við viljum taka þetta dx og færa það yfir. Þannig að við getum byrjað á því að færa dx yfir. Næst viljum við fara öðru yfir. Ok, og þá er ég búinn að aðskilja breyturnar. Og þá kemur við að skref 3 og það er að heilda báðum megin. Þið munið að maður má gera það sem manni sýnist hérna vinstra megin samansamverkið hvað sem er, sem lengi þú gerir nákvæmlega sama hinum megin. Þannig að við ætlum að gera hérna í skref númer 3. Það er við ætlum að bæta við hérna heildunarmerki vinstra megin og bæta við heildunarmerki hérna hægra megin. Og þá ætlum við núna að heilda þetta dæmi. Og þetta er svipað sem við vorum að gera áðan, eða fyrr, öðru myndbandi. Þá voru að heilda x öðru, en þetta virkar nákvæmlega eins með öðru. Og þegar ég heilda þetta, þá fæ ég að ég sé heilda hérna, þetta er það sama og ég sé heilda í mínus öðru, dy. Ok, það er eins og ég breytti hérna og núna ætla ég að heilda og þetta er sama og mínus í mínus fyrsta veldi og þetta er sama sem mínus cos af x pluss eitthvað k. Í sjálfu sem kemur pluss eitthvað k hérna megin en við erum að færa það hannes yfir. Þannig hérna er eitthvað k mínus eitthvað annað k og við köllum það bara þá k. Við ætlum að breyta þessu hérna, þannig að þetta verður mínus 1 deilt með sama sem mínus cos x pluss k. Þannig að einu sem ég var að gera í þessu skrefi er að ég var að breyta rithættinum á hvernig ég skrifa þetta í mínus fyrsta er að sama og bara 1 deilt með Ég ætla núna að halda áfram með þetta
hérna því ég þarf að breyta þessu aðeins. Fyrst skrifa bara hvernig það lítur út. Séum þetta fyrir frán okkur. Þannig að ég vil endurrita þetta þannig að þetta verður bara uslun sama sem eitthvað. Og uslun núna undir striki sem hentar ekki. Þannig að það sem ég ætla að gera, ég ætla að margfalda hérna með uslun og margfalda þetta með uslunni. Hérna verður það bara -1. Hérna verður mínus K6 plus K sinnum uslun. Þannig að þá er uslun ekki lengur undir striki, en ég kom með eitthvað annað hérna hliðin á uslun, þannig ég ætla bara að deila hérna með þessu hérna, mínus K6 plus K. Verða að gera það sama hérna megin. Þannig ekki mínus K6 plus K. Þetta dettur út og ég vil skrifa uslunni hérna megin. Þannig að þetta lítur og hérna er þá komið lokasvarið. En sem sagt, já, skrefið númer 4, ég glemdi því eiginlega, að það er hérna þegar maður er búinn að heilda, að þá er það hérna að einangra uslun sem við vorum að gera hérna. Þá fórum við gegnum algebruna.